Hæ! Í dag ætla ég að sýna ykkur allt ruslið mitt sem ég er búin að vera að safna í nokkra mánuði. Þetta sem ég ætla að gera í dag er svokallað empties vídeó. Það sem ég tala vörurnar sem ég er bara búin með, bara búin að klára upp til agna og segja ykkur hvort mér hafi lítist á þær, hvort ég muni kaupa mér þær aftur eða ekki. Og ég glemmi nú stundum og henda alveg einhverju ruslið, en þetta er alveg slatti. Og við skulum bara byrja. Já, ég er mjög astanlegt hár í dag. Þetta er Maybelline Superstay Better Skin farði. Og ég notaði Superstay farðan mjög mikið áður en þessi kom á markaðinn. En þessi á að jafna út húðtónin og vinna aðeins eitthvað í húðinni á meðan maður er með hann á sér. Þannig að why not? Og mér finnst hann alveg jafn góður á hinn, þannig ég tek hann. Og þetta er svona bara full coverage, svona drugstore farði. Þetta er minn svona uppáhalds þekjandi ódýri farði. Þannig að já, ég myndi kaupa hann aftur hygglust. Næst er ég með svona luxuspröfu af Smashbox Photo Finish Oil Free Primernum. Þetta er bara þessi glæri sem sagt sem að matta húðina og hann gerði það. Mér finnst hann ekkert mikið betri heldur en aðrir primerar sem ég hef notað. Þar á meðal Instablur frá Body Shop sem ég með hérna. Mér finnst þeir bara eiginlega frekar sambærilegir. Formúlan í Instablur er svolítið svona þykkari og hún er svolítið svona skrítnari, en mér finnst þau gera alveg sama hlutin. Farðinn helst alveg jafn lengi á mér og alveg jafn mattur. Ég þarf að vera ógeðslega leim og segja að mér finnst Smashbox Hillian ekki betri þó hann kosti mikið meira. En þetta er bara svona luxuspröfa sem ég keypti í Sephora. L'Oreal Skin Perfection línan er lína sem ég hef bloggað og nota mikið. Og serumið er svona það sem ég fílaði mest held ég í línunni. Það gefur mér svona ekstra rakkabúst. Mér fannst þegar ég byrjaði að nota það fyrst, þá fannst mér sjá mun á húðina mér alveg strax. Svona húðtóninn var jafnari og hún var svona bara frísklegri húðin. Þannig að ég mæli með því. Hér er ég með Rimmel Stay Matte púðrið sem er svona uppáhalds púðrið mitt. Ég er ekki mikið fyrir svona að vera mjög púðruð. Mér finnst bara gott að geta sett púður kannski yfir daginn á þessi svæði sem ég glansa mest á. Þá nota ég alltaf fyrst svona blott tissue og tek olíun í burtu og fer svo með púður yfir, og þetta er yfirleitt svona go to púðrið mitt. Ég nota líka blott púðrið frá MAC, en þetta er svona ódýrari möguleikinn. Það kostar bara undir 1000 kall. Það er ekki fáanlegt á Íslandi, en ég skal finna einhvern link. Ég man ekki hvar það er sem ég kaupi það yfirleitt. Annarkort á Feel Unique eða ætli ekki bara Feel Unique, geti verið. Og svo bara þegar ég er í útlöndum. En þetta er frábært púður, bara svona rétt til þess að setja yfir farðan til að festa hann betur eða til þess að gera svona touch-ups yfir daginn. Og þetta er örugglega svona 10. dósin mín. Og ég tek hann í 001 eða transparent sem er svona, já, litlaust. Bioderma hreinsivatnið er mitt uppáhalds hreinsivatn. Ég er búin að blogga svo oft þetta hreinsivatn og tala svo oft það að það er eiginlega bara frekar boring að ég færi að tala það núna. En þetta er það sem ég nota til þess að hreinsa á mér húðina, til dæmis þegar ég er ekki með farða. Þá daga, já, það koma svoleiðis dagar hjá mér. Það bil 4 sinnum í viku eða eitthvað. Svo finnst mér það líka gott til þess að ná farðanum fyrst af andlitinu áður en ég hreinsa á mér húðina með cleanser. Snilld, fæst ekki á Íslandi, því miður, en ég skal finna link. Þetta er andlitsvatn sem ég er búin að nota undanfarið ár. Neutrogena Visibly Clear Blackhead Eliminating Cleansing Lotion. Húðin verður alveg rosalega hrein þegar ég nota það. Ég er nú bara með allt niður um mig hérna. Herði, ok, minniskortið fylltist og eitthvað. En ok, já, eins og ég sagði, þetta gerir húðina mína rosa hreina, en mér var ráðlagt daginn af henni Lindu hjá tigerlily.is sem að seldi mér ávaxtasýrurnar sem ég er að byrja að nota, að taka út alkóhól í húðurum. Og það sem það er alkóhól í þessu og þetta er svona eitthvað sem situr eftir á húðinni, að þá ætla ég aðeins að salta þetta. En ég mæli samt með þessu ef það meikar sens.
Þetta mjög góð tóner en gæti verið ertandi fyrir mína húð að því ég með svo viðkvæma húð og gjörðum að fá bólur. Þá komum við að þessu hérna sem að ég að nota í staðinn sem tóner. La Roche-Posay Zerosing eða Zerosing, eða ég veit ekkert hvernig maður segir þetta. Þetta er rauninni tóner og þetta mjög bara svona hrein lausn þannig séð. Það eru ykkur 3 innihaldsefni í þessu eða eitthvað og þetta svona bara róar húðina. Þessu spraya ég bara yfir hana þegar ég er búin að hreinsa hana. Og þetta er sérstaklega gott fyrir feita húð og bólur. Þetta er sérst búið, en hún Þóru vinkona mín var svo yndisleg að kaupa nýtt handa mér þegar hún var í Þýskalandi daginn. Þetta fæst ekki á Íslandi. Ég alltaf að sýna ykkur eitthvað sem fæst ekki á Íslandi. Ég skal reyna að finna link. Ég reyni, annars fæst það í frönskum apótekum og sumum stórmörkuðum og svoleiðis. Þetta er, ég er búin að tala á blogginu og er svona bólukrem, í rauninni bara svona gel sem þú berð á bólusvæði eða svoleiðis og í rauninni þurrkar þær bara upp og gerir húðina svona áferðarfallegri. Eva NYC Clean It Up sjampóið hef ég notað mikið. Það hreinsar mjög vel og skilur hárið eftir mjög bara svona mjúkt og það er svo góð lykt af því. Það er eiginlega aðalástæðan fyrir ég nota þessar vörur og það er svona hálfgerð sykurbúða lykt af þeim. Meira fyrir hár, þetta er coconut water, eitthvað natural world, bla. Þetta er eitthvað sem fæst bara í Netto og ég kaupi rosalega mikið af hárnýringu vegna þess að ég er alltaf að lita á mér hárið í svona flippuðum litum og ég kaupi vel bara dekkri liti, set dropa af þeim út í hvíta hárnýringu. Ég talaði þetta við ykkur áður, þannig fæ ég svona pastelhár og þess vegna er ég alltaf að kaupa svona ódýrar hárnæringar sem er alltaf ekki alltaf sniðugt fyrir svona efnamiðuð hár sem að þarf á einhverju svona virkilega góður stöf að halda. Og þetta er eitthvað sem ég fæ bara út í Netto á 500-600 kall eða eitthvað, kannski er ég að ljúga ykkur, ég man það ekki. Og hefur reynst mér bara ágætlega. Mér finnst það ekki þyngja hárið. Ég hef líka notað þær til svona appelsínugull sem er með arganolíu eða einhverju. Og mér finnst það báði af góð lykt af þeim og mér finnst einmitt svo einkennandi fyrir svona ódýrari hárnæringar að þær klessa hárið mitt svolítið og þyngja það og gera það svona vatnshelt, ef þið vitið hvað ég meina. Það er náttúrulega bara yfirleitt svona eitthvað sílikon sem er að setjast utan á hárið og koma í veg fyrir að það taki vel við lit og svo framvegis. En þetta finnst mér vera bara mjög fínt. Og þá komum við að þessu Tresemmé, eða hvernig sem maður segir það. Þetta er eitthvað sem allir þekkja. Svona flaska kostar örugglega, ég man ekki, 1000 kall, 2000 kall. Þetta er náttúrulega 900 millilítrar sem er þvílíkt magn af hárnæringu og það er mjög freistandi auðvitað fyrir ykkur eins og mig að kaupa bara svona risadunk. En þetta er einmitt ekki máli fyrir mig. Þegar ég þvæ á mér hárið með þessari hárnæringu þá finn ég lyktina af henni í alveg sko viku 10 daga eftir þó ég sé jafnvel búin að nota sjampó 7 sinnum á því tímabili sem mér finnst pínulítið svona skrítið að þá einhvern veginn svona líður mér eins og ég sé að nota eitthvað mjög sterkt í hárið mér og eitthvað sem situr svona fast. Mér finnst það bara ekki make a sense. Ég verð að segja nei, ég ætla ekki að kaupa þetta aftur. Luxushárnæringin mín er þessi hérna. Þetta er Moroccan Oil Moisture Repair Conditioner. Ég er náttúrulega, eins og ég sagði áðan, með svona efnamiðuð hár og það er oft frekar svona skemmt af aflitun og þá er þetta hárnæringin sem ég kaupi. Þetta er svona með því betra sem hefur komið fyrir hárið á mér. Hún er bara algjör snilld og ég auðvitað elska lyktina af þessum vörum. Þessa maska hef ég líka verið að nota. Þessi byggir upp hárið ef það er orðið svona skemmt eins og mitt hefur verið og þetta er bara svona rakamaski fyrir fínt hár vegna þess að hann þyngir það ekki. Til að byrja með notar maður þennan bara einu sinni í viku, svo fækkar maður skiptunum niður í einu sinni í mánuði ef maður er orðinn sáttur við hárið. Ég nota eiginlega alltaf 2 sinnum í mánuði eða þá einu sinni á móti þessum. Þetta eru MAC Pro Longwear hyljarar og ég er með svona marga af því ég er að safna í Back to MAC. Þetta er uppáhaldshyljara minn, það vita allir sem lesa bloggið mitt. Ég er einu af þessum heppnu sem er með rosalega mikið svona bláma undir augunum. Það er rétt svo að koma við hann til þess að hylja augsvæðið með honum. Góður bólu líka, helst endalaust á manni, kostar frekar mikið. En mér finnst það alveg vera þessi virði. Ég nota hann ekki lengur á hverjum degi af
því ég alltaf að reyna að spara. Ég tek hann í litnum NC15 eða N12/20. Ég svona alltaf að flakka á milli NC og NVAF. Ég náttúrulega stundum með brúnkukrem, stundum ekki og báðir litir henta mér frekar vel. Ég svona með frekar svona neutral húð, hvorki bleikan né gulan tón. Umbúðirnar á þessum hyljara eru ekki þær snjöllustu í bænum. Þetta er glerflaska og þú nærði það ekki. Það er svona, ég myndi segja að vera svona 10% af vörunni sem maður nægir ekki. Þetta er frekar heimskulegt en ég læt mig hafa, ég elska. Þegar ég er að spara kaupi ég þennan hérna og ég er búin að nota hann svo mikið að ég er búin að klippa hann í sundur. Ég verið desperate einhvern morguninn hérna. Allavega, ég tek hann í 2 eða light. Þetta er sem sagt Superstay Better Skin Maybelline hyljari eins og mikið. Og hann er bara mjög þekjandi og mér finnst formúlan svo góð. Hann er svona kremkenndur, ekki mjög svona runny og ekki klístraður og ég er búin að eiga alveg nokkra. Pink Grapefruit línan kom í Body Shop fyrir 1,5 ári síðan eða eitthvað svoleiðis og ég var svakalega ánægð af því að þetta er uppáhaldslyktin mín hjá Body Shop. Þetta er body lotionið. Það er svona létt og gelkennt sem að mér finnst mjög gott. Ég er ekki mikið fyrir að nota svona mjög kremið body lotion eða feit. Ég þarf yfirleitt bara ekki á þeim að halda. Þannig að þetta er svona akkurát formúla fyrir mig og lyktin er þetta æðisleg. Þannig að já, ég myndi kaupa aftur og hef átt það áður. Annað body lotion frá Body Shop. Þetta er Blueberry body lotionið. Það er aðeins þykkara og raka meira. Fínt á fótleggina til dæmis. Þessi lykt er náttúrulega alveg æðisleg en ég held að það sé hægt í sölu hjá þeim. Þetta var svona special edition útgáfa og var bara í sölu tímabundið. Ég held ég sé ekki að ljúga ykkur en það koma stundum einhverjar bláberjavörur á útsöluna hjá þeim. Þannig að maður getur náð sér í allavega body butter. Og fyrst við erum komin í Body Shop þá getum við bara haldið áfram þar. Þetta eru Wild Argan Oil vörurnar. Ég er búin að eiga body lotion og sturtusápu og skrúbb. Body lotionið keypti ég mig fyrst. Ég er náttúrulega svona lyktarpervert. Þessi lykt er æðisleg. Það er svaka rakagefandi og gott. Sturtusápan er líka æðisleg. Það er voða lítið sem ég finnst ég geta sagt svona vörur eins og sturtusápur og body lotion. Annað heldur en það sé góð lykt af þeim. En þetta gefur jú mjög góðan raka. Skrúbbunum fannst mér sérstaklega góður vegna þess að kornin fannst mér svona passlega, ég veit ekki hvort þið sjáu þau. Þau eru svona passlega gróf og ekki gróf, passlega fín. Ég vil hafa frekar svona þéttar formúlur í svona líkamsskrúbbum og frekar svona fingjarkorn en samt svona þannig ég rífi í. Og þessi er akkurat þannig og ég nota hann alltaf til þess að ná brúnkukreminu mínu í burtu þegar ég ætla að setja nýtt. Hann er mjög svona öflugur. Ég er með 2 brúnkuspray, annað er frá Saint-Tropez og heitir bara Self Tan Bronzing Spray. Mér finnst það að vera svolítið svona appelsínugult fyrir minn smekk. Mér finnst yfirleitt svona frekar grænn undirtónn í Saint-Tropez vörunum en þetta finnst mér svona aðeins öðruvísi. Ég fílaði það á fótleggi en annars finnst mér þetta svona sísta Saint-Tropez varan sem ég hef prófað og ég held ég hef prófað allar. Þetta hérna hins vegar kaupi ég aftur. Þetta er svona must have úr Sephora að mínu mati. Tinted Self Tanning Mist. Þetta er bara svona spraybrúsi. Það lyktar mjög svipað á arganolíu línan í Body Shop. Mér finnst þetta bara að gefa fallegan lit. Það er svona bara frekar neutral litur og auðvelt að bera það á. Ég nota ekki einu svona hanska, ég nota bara lófana, bara spraya út allt og dreifi bara hratt úr og þá kemur bara þessi fallegi litur og hann kemur strax sem sagt. Það er eins og ég sagði tinted en hann tekur samt smá tíma að verða svolítið dökkur. Hann er bara svona algjörlega svona medium. Ég held áfram með góðar lyktir úr Body Shop. Þetta er uppáhalds body mistið mitt úr Body Shop. Þetta er Brasilnut og það er svona kandíslykt af því eða eitthvað. Ég var held í svona mánuð að klára þetta. Ég veit það hljómar pínu svona crazy en þetta er bara svo góð lykt. Brasilnut body mist. Ég er búin að segja ykkur frá þessum maskara, ég bloggaði hann. Þetta er Grandiose maskarinn frá Lancome. Ég sagði ykkur að ég myndi ekki kaupa hann aftur. Ég er eiginlega
að spá í að kaupa hann aftur vegna þess að hann gerði bara svo mikið fyrir augnhárin mín. Þetta er þessi skrítni bursti, þeir eru örugglega öll búin að heyra eitthvað um hann. En mér fannst endingin á honum ekki góð. Hann var eiginlega bara ónýtur hjá mér eftir mánuð og ég geymdi hann alveg eins og alla aðra maskara og gerði ekkert öðruvísi. En mér fannst hann verða einhvern veginn svona skrítinn og klessulegur. En ég er að spá í að gefa hann annan séns bara því ég man hvað hann gerði augnhárin mín ótrúlega flott. Og það getur vel verið að ég hafi bara verið með gallaða vöru í höndunum. Þannig að, já, eins og ég segi, ég ætla að gefa honum einn annan séns. Þetta er Maybelline Colossal Go Extreme Leather Black. Þetta er maskari sem að ég notaði svona dagsdaglega í vetur. Bara mjög fínn. Burstin er svona aðeins öðruvísi heldur en að ég er vön að nota. Ég er vön að nota svona bursta með frekar stuttum hárum. Þessi er svona feitur. Hann gaf augnhárunum svona fallega lyftingu og var bara að gera góða hluti fyrir mig. Skipti þeim fallega upp. Það er það sem ég leitast oftast eftir vegna þess að ég er ekki með neitt rosalega mikið af augnhárum. Þá vil ég alls ekki að þau klessist öll saman og ég endi síðan bara með 3 augnhár eða eitthvað. En þessi er bara mjög fín. Þennan elska ég afar heitt. Þetta er Too Faced Better Than Sex maskarinn. Þetta er svona bara lúxuspröfa á honum og burstin á honum er mjög funky. Hann er svona eiginlega með mitti, svona svo stundaglas í laginu. Hann gefur eitthvað svona mjög flottan effekt. Ég þarf endilega að kaupa þennan aftur. Body Shop Seaweed tvenna hérna. Þetta er Mattifying Day Cream og þetta er Pore Cleansing Facial Exfoliator. Þetta er bara svona go-to dagkremi mitt yfirleitt. Ég er smá pásu frá því núna en ég get teklaust mælt með því og ég á eftir að kaupa margar dósir í viðbót af því. Þetta er bara svona olíulaust mattandi dagkrem, svona létt og gelkennt. Og þetta er mjög góður andlitsgrúpur, frekar svona grófkorna, ekki kannski til þess að nota dagsdaglega, en góður í svona djúphreinsun og hann er úr sömu línu sem er sérstaklega fyrir svona combination, svona blandaða út í olíukennda húð. Og þetta hérna er líka Body Shop. Auðvitað á ég fullt af Body Shop vörum. Ég vann í Body Shop og ég þekki vöruna mjög vel. Þetta er Pore Minimizer úr Tea Tree línunni. Og fyrir þá sem ekki vita þá er Tea Tree línan mjög góð fyrir þá sem eru að berast í bólur. Þessi sem sagt gerir svitaholurnar minna áberandi og er góður bara einn og sér eða sem sagt yfir dagkrem eða undir farða líka. Hann svona sléttir yfirborðið og gerir allt bara svona meira smooth. Ég nota þennan þegar ég er mjög slæm á bólum og vil ekki setja hvaða primer sem er á húðina mína. Hann er kannski ekki að gera jafn mikið og einhver djúsi primer. Samt mjög góður líka því það er tea tree olía í honum sem er að drepa bólurnar í leiðinni. Ég trúi ekki að ég sé búin. Jæja, loksins get ég farið að henda ruslinu mínu í ruslið í stæðan fyrir að geyma það í skúffu inn á baði. Ég má ekki við því að ég er svona mikið drasl af því ég hef vallarstað fyrir öll fötin mín. Ég þarf stundum að brjóta því saman og geyma því ofan á kommóðu af því ég bý í svo litlu húsi. Allavega vonandi fannst ykkur þetta eitthvað sniðugt. Ég ætla ekki að setja vörulista undir vídeóið. Ég veit ég er alveg ótrúlega leiðileg og pirrandi típa að gera þetta ekki en það tekur bara ótrúlega langan tíma. Ég skammast mér ekkert fyrir að segja það og þið viti líka að ég er mjög fljót að svara ef þið sendið mér skilaboð þannig að ef ykkur langar að vita hvað eitthvað færst til dæmis þá skal ég með glöðu geði segja ykkur það hérna undir vídeóinu eða þá þið sendið mér bara message á Facebook like síðunni minni. Takk fyrir að horfa, gefið mér thumbs up ef þið viljið sjá eitthvað meira svona. Þetta var alveg slatti á dóti, hefði getið verið mikið meira. Ég var að henda daginn alveg slatta af make-upi og bodyvörum sem voru bara þrána hjá mér og ég hafði ekkert við að gera. En ég ákvaði að sýna ykkur bara það sem að ég hef klárað alveg af því þá veit ég allavega hvað ég er að tala. Gefið mér thumbs up ef þið viljið sjá svona vídeo einhvern tímann aftur. Það verður örugglega svolítið langt þangað til en ég meina, það er gott að vita allavega hvort þið fílið þetta ekki. Ok, bye!